komið sæl og velkomin í almenna helgarmótið úrvalsdeild. Bjartur Hafþórsson heiti ég, eða Sakila, og með mér er Ævar Snorrason eða Asetja. fyrsti leikur þessa helgarmóts XI á móti Selum. XI áður þekktur sem höfðingjar og það verður gríðarlega gaman að fylgjast með þessum leik. Höfðingjar, XI, voru í 5. sæti í mótinu í vor og Selur endaði í 3. sæti, þannig að það er hörku barátta framundan. Algjörlega. Við erum alltaf spenntir að sjá hvernig þetta fer. Og kannski minnast á það að síðustu helgi var náttúrulega opnadeildin og þar enduðu Hrútar í 1. sæti, Útlagar í 2. sæti og Kartöflur í 3. Nú þetta mót fer fram með nákvæmlega sama hætti. Það er spilað í nokkrum rándum og þeir sem að tapa fara í sér flokk eða sér riðil og svo í rauninni í undanúrslitaleik keppa eftir 2 liðin í upprunalega riðlinum og svo keppa 2 efstu liðin í loser flokknum og svo er sigurleikurinn sigurliðið í efri flokknum og svo á móti sigurliðinu í tapflokknum. Þannig ræðast úrslit. En fyrsta map Lijiang Tower. Alltaf gaman að spila það map. Já, mjög svo. Þetta er náttúrulega með skemmtilegri möppum í þessum leik. Það finnst mér. Að mínum mati. Það finnst mér aldrei. Ertu búinn að skoða eitthvað nýja mapið? Heyrðu, Malvento eitthvað. Já, ég skoðaði það aðeins. Já. Og þeir sem hafa á að geta farið á PTR og kíkt aðeins á það. Segðu mér meir. Þetta er mjög lítið mapp og kannski ekki mikið að plássi. Hvar er það? Hvar í heiminum er það staðsett? Mér skilst að þetta sé Ítalía. Ok. Erum við þá með Rialto og Malvento sem eru bæði á Ítalíu? Já. Fyrsta skipti sem það gerist? Nei, Nei, er ekki Black Forest í Þýskalandi líka? Eins og Eichenwald, það er rétt. Eichenwald, já. Það er hárrétt. Já, og Ég er bara saman með, ruglaður. já, þetta er oft gerst. Þetta er náttúrulega saman með Egyptaland, Temple of Anubis. Já, einmitt, já. Nei, þetta er ekki nýtt. En hér sjáum við að liðin eru komin in-game, fyrsta map, Control Center. Bæði lið að runna Rhine Diva. Já, og bæði lið að runna Symmetru. Já, spurning hvort það sé til að komast út á spáni eða hvað. Nei, allavega virðist, bæði lið virðist til að halda því. Og hér mætast þau bara strax og Finnsi, búinn að taka út Immortality-fieldið, en enginn fallinn enn. Immortality-field hjá báðum liðum farin út og greinilega ætti að endast alls leiki eða hvað, Frankie Boxing með fyrsta pikkið en er tekinn strax aftur út á móti. Höfðingjarnir svara strax fyrir þetta en Thunder Thor klórar svo í bakkann og tekur Elo út líka og hér virðast Selirnir hugsanlega vera að ná ykkur yfirhönd. Já, sýnist höfðingjarnir bara að bakka. Hér kemur út fyrsta últið og 2 í 1. En höfðingjarnir, fara bara skemmtilega leið hérna á bakvið til þess að últiðina Symmetru nýtist ekki hjá Varian. En svo kemur út shatterið frá Elo, finnur Lelsario og Gilla. Gummi Coleman fellur svo í kjölfarið Frankie Boxing enn á pointi en fer líklega að falla eða hvað. Nei, hann lifir enn. Og hendur í shatterið. Kannski ekki alveg rétt ákvörðun því að hann var 1 eftir og allir í liðin hans dánir. Þetta hefur verið dýrt. Og hann átti bara snefilega lífi eftir. Ég veit ekki alveg hvað Frankie var að hugsa þarna en núna þurfa Selirnir að grúpa upp, koma hérna á mætina point og hér kemur út últið frá Gumma Coleman. Sömuleiðis frá Steppo og ýmsum öðrum. Ágæta bombi hérna nær bæði Lelsario og Gilla. Bara Thunder Thor og Gummi Coleman. Nei, reyndar Varian líka en hann er fallinn núna. Vel spilað hjá höfðingjum. Það gaman að sjá Finns að grípa þessi Fire Strike. Neita Frankie ult chargeið.
Nú Ílo komið með annað Shatter og hér kemur út Varian með Protected Barrier en hér kemur Shatterið Annað frá Ílo. svakalegt Shatter. Hann reyndar ná ekki fylgja upp á því og glugginn kemur út frá Gilla en hann deyr strax. Franki fer hérna inn með, já, Mikil barátta og mikið að gerast hérna. já, frekar jafn bardagi ennþá en sýnir Selirnir vera að ná smá yfir en ég samt ekki alveg vissu það. Strandaglópi kemur inn og vinnur Lucy og vonni vonnið. Og þessi bardagi er enn í gangi. Höfðingjar ennþá með pointið hins vegar en núna virðast þeir vera að tapa þessu niður. Eða hvað, Relm og Finnsi á pointinu og Steppo komið líka. Ég sé engin þörf á þessu Shatteri. Nei, og hér, já, ná Selirnir að snúa þessu við. Já, og sita hér með hérna á Shatteri og Tyre. En það er nóga úlstum líka hjá höfðingjum. Það er vantarlega stór bardagi fljótlega. Hér kemur út fyrsta últið og annað og þriðja strax og Gummi Kólmann er rosalegur! Hendir í risastórt dekk. Drap þetta Steppo í miðju últi. Tók 2 í viðbót. Þetta var virkilega vel gert hjá Selunum. Kaupa sér þarna tímann sem þeir þurfa nauðsynlega á að halda. Því höfðingjarnir þurfa ekki mikið að prósentum í viðbót. Og hér kemur Gilli. Skemmtilega gert hérna hjá Relm að loka á hennan glugga með þessu últi en svo kemur sömuleiðis últi frá Varian. Shatterið finnur engan hjá Franki Boxing. Báðir Lucióar henda í bít og hér kemur Shatter en já, höfðingjarnir eru aldeilis að snúa þessu við núna. Kemur hins vegar út bomba frá Thunderthor en finnur engan. Finnst sem ekki á pointi en mér sýnist höfðingjarnir vera að kappa þetta eða hvað. Franki mættur aftur á pointi og Elsari á með honum. Gummi Kólmann skýrir hann á pointi líka. En já, höfðingjarnir eru að fá pikkinn sem þeir þurfa. Ná að kappa pointi en þurfa að halda því. Og Selirnir munu áreiðanlega ná að koma og snerta þetta aftur almennilega. Sem lið. Hér kemur Gummi Kólmann með annað dekk. Og hvað gerir Finnsi? Og Nonsi taka það bara út. Þvílíkt spil. Og últin koma öll út hér í einu í overtime. Og nú er það dugað að drepast. Hænúni tekur Thunderthor úr mekkinu. Hér er allt í gangi og enginn að deyja. Jú, nú gerir það. Svo Finnsi með bombuna. Hreinsar pointið. Tekur þetta bara. Enginn náði að snerta þarna. Allir sem stóð á pointinu dóðu bara í bombunni. Finnsi klárar þetta meistarlega. Voru ennþá 3 seðir á lífi. En þeir voru ekki á pointinu. Höfðingjar taka hérna fyrsta rándið. Virkilega vel gert. Skemmtilegt ránd, verði ég að segja. Úff, við erum klára fyrsta rándið og ég er strax á ópeppast. Ég elska þetta. Þetta er ekki grín, sko. Þetta er alvöru. En við erum þá komin hérna á Night Market. Já, og bæði liðin halda symmetri kompinu. Halda eiginlega bara nákvæmlega sama kompi. Gummi Kólmann fór yfir á McCree en það er eina breytingin. Jæja, báði teleportar að reyna point. Selirnir aðeins fyrir að lenda en já, neyða höfðingjana þá til að fara út á pointinu. Mikið pók en ekkert svona alvöru damage. Ekki þannig við. Að lenda hérna. Selirnir ná að kappa. Og nú mæta höfðingjarnir vasklega og teleporturinn kemur út inn á pointið en Ílo fer einn í gegn og svo Relm einn. Ílo svo eftir hann, þetta er furðulegt og Ílo endar einn inn á pointi og ekki alveg nógu vel útvært þarna hjá höfðinginum og Selirnir að refsa því og virðast þetta að taka hennar bardaga eða hvað. Hér kemur út Shatteri frá Franki. Já, nær engum. Já, hann ætlaði Shatteri að strandaglópa en hann var tekinn út bara samtímis. Hann náði ekki að lenda á hann. Og já, Selirnir púsa bara eins upp. Að gera. Meðan að höfðingjarnir bíða eftir liðsauka.
Og hér kemur út glugginn og Frankie með rosalegt fæðistræk. Gummi Kólmann skýtur líka bara í gegnum það. Geggjað Matrix sem að finnur 4 assist. Strandaglópi hoppar bara út af. Það ekkert með að gera vera á lífi. Nei. Þetta var frábært fæðistræk kombo með. Virkilega vel útfært. Góð liðsheild þarna. Frábært samspil 3 manna. Hér kemur hins vegar út hænunni frá Gumma Kólmann og bombar frá Thunderþór á sama tíma. Og þetta virkilega vel spilað. Höfðingjarnir veit ekki hvað að gera við sig hérna. Selirnir eru algjörlega valt yfir það hérna í þessu rándi. Finnsi kemur sér út. Síðasta tilraunin fyrir höfðingja í þessu rándi. Sjá mér, en taktu nú eftir að höfðingjar eru með nánast öll últi sín. Teleport sinna point og henda bara öllum últunum út eða hvað? Jú, það allt í gangi. Allt að gera sína. En það verða þeir að vinna innan bardaga. Engin ástæða til að geima eitthvað últ en það engin fallin enn og reyndar við mistar að blokka. En Frankie tekur hann bara út samt. Hér kemur út bomba. Finnur engan. Höfðingjarnir ekki alveg að finna þessi, voru að vonast eftir. Náður reyndar að kappa pointi í smástöðu með sínu selni verið að taka þetta eða hvað. Nonsi tekur eins að Frankie boxing út og já, hugsanlega þetta bara frekar jaft. Thunderþór kemst ekki með ekki, Finnsi náður að stoppa hann, Realm finnur Gumma Kólmann með hann og höfðingjarnir náður að stabilisa. Það hoppar út af. Hins vegar liðan til að koma tilbaka. Já, óheppilegt. Hefðu kannski verið að eiga aðeins meiri samskipti þarna. En já, selirnir ætlaði bara að bakka og bíða eftir Lelsario. Það er spurning hvort við fáum núna mirraðan glugga hérna aftur. Báðir bappanir komnir með últið sitt. Það er ekki ólíklegt. Selirnir eiga 3 últ. Þurfa bara að púsa inn og taka pointið og þá er þetta komið hjá þeim. Áður gluggar. Kemur þetta frá öðrum vinkli en höfðingjarnir góður í að fela sig og þá kemur Stebbo með sitt. Bíður vantar eftir að Semundarskjöldan droppi. Nei, gerir það ekki en finnur engan. Selirnir virðast vera að taka þetta. Konum með 2, konum með 3. Kemur svo bomba frá Finnsa. Finnur engan, Frankie boxing með skjöldun upp á pointi. Thunderþór finnur strandaglópa. Hér virðast selirnir vera að klára þetta. Eða hvað? Finnsi nær líklega aðeins að snerta. Já, kemur hann á pointið. Og Stebbo komin inn á Tracer og snertir líka. Kemur svo Shatter frá Frankie boxing og já, Finnsi nær að snerta aftur en er svo tekin út. Á mæti Nonsi. Strandaglópi reynir að halda lífi í þessu. En það dugar ekki til og já, 1-1. Gríðarlega spennandi mapp. Ekkert smá. Virkilega sannfærandi þarna selirnir í upphafi og höfðingjarnir komið samt sterkir tilbaka. Já, mikið af tilraunum var mjög skemmtilegu kombo á mína. Góð samhæfing og já, skemmtilegt spil í gangi. Þetta eru greinilega lið sem að hafa æft mikið saman, spila mikið saman, þekki hvernig hann inn og út, eru með samskiptin í lagi. Já, nú verður gaman að sjá. Nú eru heldur betur breytingar hérna í báðum liðum. Það er hárrétt. Selir komnir yfir á Torbjörn. Já, það er spurning, hvað gerist þér? Já, Konsaria inn í selina líka og Echo. En já, höfðingjarnir hætta við sína breytingar og ákveða bara að halda þessu nákvæmlega sama kompið. Frankie nota skemmtilega taktík til að koma sér hratt á pointið en allir höfðingjarnir mæta honum hana. Thunderþór eins og að finnur Realm snemma og Frankie tekur Immortality fylgdið. Gummi Kólmann finnur svo Nonsa og eru selirnir að fara að taka þennan fyrsta bardaga líka. Það er spurning Frankie reyndar blýra aðeins. Stebbo finnur Gumma Kólmann með hann. Frankie finnur svo Elo og já, höfðingjarnir hugsanlega í pínu vesenni hér. Já, Selir taka pointið hérna. Fyrsti bardagi til Sela, höfðingjarnir þurfa að grúpa upp og Frankie er að nálgast Shatterið. 1 fæðistræki viðbót og það er komið. Höfðingjarnir ætla ekki taka neina sénsa, fara gegnum húsið á baku pointið. Mæta hérna pointið. Realm reynir að taka hérna offangur fyrir aftan Varian. Spyrir hvað gerist hérna?
Hér kom út bæði Matrixinn og svo sjatteri frá Franki en finnur engan. Íló hins vegar finnur Gilla á meðan. Og Franki líka. Hér hins vegar breytir Gummi Kólmann sér í dífuna. Hans Finnsa. Höfðingjarnir virðast vera að ná að snúa þessu aðeins við eða hvað. Já, já. Hér falla selirnir einn á fætur öðrum. Ná að kappa pointið höfðingjar. Vel spilað. Gummi Kólmann reyndar hann að halda sér ansi lengi á lífi þarna á dífunni. Algjörlega. En núna eru höfðingjarnir með 4 últ. Franki mættur í slaginn strax hérna. En Thunder Thorns verður að nálgast gravitónið. Spurning hvort hann er að nota það áður en að öll últinni á höfðingunum koma út þegar verða 5. Gummi Kólmann og Lelsari komni með off-angle, steppa sér fyrir þeim og ítið þeim tilbaka. Já, selirnir verður að bíða aðeins fyrst að Franki dó snemma. En hér koma þeir, kemur vantilega Graf snemma, eða hvað? Hér kemur út Deadeye frá Steppo, finnur Lelsario. Þetta var dýrt. Og Matrixið frá höfðingjum líka. Já, heyrðu, Nonsi er svakaður hérna, tekur út allt skimmikið. Hann er rosalegur. Tók út Turret, Immortality, fylgd á 2 menn. Já. Svo hoppaði Gilli bara út af. Hann var hræddur við hann. Já, ég get það sama. Nonsi greinilega algjörlega establisa hver er Alpha Baptiste. Neyðir Gilla bara í að hoppa út af stresskasti. En selirnir mættir aftur. Hér kemur út grafið. Íló finnur engan en Relm finnur eins og Thunder Thor. Gott Immortality en já, hér fljúa út mörg últ. Hægri vinstri. Selirnir virðast vera að ná að snúa þessu við. Þeir eru bara búnir að því eiginlega. Já. Bara Finnsi. Hann er bara tekin út af ýmsu. En þetta var mikið á últum frá selunum. Notuðu þarna 4-5 últ til að ná þessu pointi. Já, það er rauninni bara Matrix frá Gilla sem að gæti nýsti með næsta fæti. Já, og þeir þurfa að lifa það af því að höfðingjarnir eru komnir ansi langt. Höfðingjarnir vita þeir hafa smá tíma, ekkert að flýta sér of mikið, biður bara til Nonsa og mæta núna í 8 pointi. Finnsi á bombuna. Hérna kemur út Matrix frá báðum liðum og bomba frá Finnsa. Finnur væntanlega einhvern, nei, geggjaði Immortality frá Gilla. Thunder Thor eins vegar, finnur 2 meðan Steppo líka. Elmer hérna harður á hælanum á Lelsario. Finnsi finnur hann. Hér kemur út Deadeye frá Steppo, finnur engan. Overtime, komið í hús. Komin á Wrecking Ball. Selirnir fyrir að hreinsa pointið, strandaglópi, valdaði vandræðum, hangi bara pointinu endalaust. Og Finnsi nær geggjuður í með killi. Spurning hvort að höfðingjarnir ná að snúa þessu við, Wrecking Ball, mættur hérna hjá Íló. Og Relm finnur Franki boxing. Höfðingjarnir virðast vera að ná að snúa þessu við. Já, og þeir gera það. Frábær viðsnúningur, nú þurfa bara að halda. Nú þurfa Selir heldur betur að drífa sér pointið. Já, ekki mikil tími. Nei, bara Varian og ég held að ná ekki að snerta. Nei, hann er því ekki. XI staðfest. Vinna hérna fyrsta mappið. Ég er búinn að segja höfðingjar í gríðuerg. Það er bara gamall vanni. Já. Reynum að laga það í næsta mappi en já, Franki boxing hérna með play of the game. Pinnaður! Það lætur það ekki stoppa sig. Nei. Vel spilað. Og á góðum tímapunkti. Þá er gaman að sjá hvaða map Selir velja. Ég man rétt að
þá er næsta map escort map. Já, Þannig að það verður payload. já, það má vera. Selir velja það. Smá tæknilega örðuleikar hérna greinilega með hljóðið inn í leiknum. Það reynum aðeins að finna út úr því. Það ætti að vera komið í lag núna. Þannig að næsta map verður vonandi með þetta í lagi. Gaman að segja frá því að já, Realm sem er hérna í Exi liðinu var í Þorbirni í fyrra og kom öllum í opna skjöldu, spilaði gríðarlega vel og er núna komin hérna upp í þetta úrvalsdeilda lið Exi. Það er gaman að sjá hann spreyta sig í efri-deildinni. Algjörlega, sérstaklega bara maður verður bara hræddur við hann Tracer hjá honum. Já, rosalegur sko. Alveg klikkaður. Svo er þetta bara, já, spurning escort mappi og mér sýnist að vera Junkertown næsta dagskrá. Og það er alltaf gaman að sjá Junkertown, finnst mér. Já, það er eitthvað við þetta map sem bara, ég hef sjaldan spilað leiðilegan leik á Junkertown. Já, það er þeim. Það er bara geggjað. Ok. Já, við já, erum það bara að fara að keyra af stað hérna inn á Junkertown og það er þá að ég held selirnir sem að, nei, höfðingjarnir sem að velja hvort þeir byrja á attacki eða defense. Jú, það er svolítið. Það er spurning sömuleiðis, já, voru litirnir víst í einhverju rugli hérna síðasta mappi líka eins og þið væntanlega tóku eftir en það er komið í lag núna líka. Við látum það ekki á okkur fá. Nei, áfram gakk. Og ég er greinilega bara búinn að vera í ruglinu. Ég er búinn að vera að gera réttan hlut en skammar sjálfan mig fyrir það því að já, höfðingjarnir vilja láta kalla sig höfðingja þó þeir séu hluti af Exi félaginu. Þannig að ég held mig bara við það. Já, þá höldum við því áfram. Gummi Gólman verður svolítið að fara að vitt á hérna. Já, sjáum hérna Realm komin yfir á Mei. Ætli þetta verði þá bara Spawncamp leikur hérna? Jú, mér sýnist það. Þið stefnir allt í það. Það er mjög spennandi. Skulum Það bara er greinilega ekki að gefa snæpurunum plásið. Nei, ég held að það sé sniðugt. Gummi er reyndar hugsanlega strax búinn að sjá við því og er komin yfir Echo. Já, og Selir virðist að bara halda hægrandi hérna og náðum út. Já, það er virðast að spotta þetta strat hérna mjög snemma og náða að gera breytingar á liðinu sína áður en það er komin út úr spáni. Já, eða hreinlega bara búist við þessu, því þetta er ekkert óalgengt að fólk gera þetta á þessu mappi. Það er nú dálítið þröngt á þessum bæ hérna inn í þessu húsi á höfðingjunum. Gott dínamít frá Varjan sem er bara farin að nálgast Bob en Gummi Gólman finnur fyrsta killið í samstarfi við 3 aðra í liðinu sínu. Já, ætli þetta sé ekki nóg til að brjóta upp Spawncamp-ið. Já, Varjan með annað geggja dínamít. Já. Og núna, já. Þetta er brotið. Selirnir gera vel, fljótir að brjóta upp Spawncamp-ið. Fá þá svolítið pláss. Já, bara heldur betur mikið pláss. Mjög spenntur að sjá hvernig höfðingjarnir bregðast á við þessu. Þurfa að aðlaga sig að því að planið hafi feilað.
Hér kom út þó nokkur últ í einu. Ég ætla ekki einu svona að nefna þau öll. En Stebbo Kannski er að standa sig vel hér. Jújú, Stebbo er alveg að slátra þessu. Stendur sig gríðarlega vel hérna. Og nær bara, fyrir ykkur leikmaður. Fyrir ykkur maður. Hringið Notaði- í lögregluna því það hefur verið fram í morð. Já, notaði Deadeye hérna snemma og hreinsaði þessu bara upp 4. Ég held að eina sem hann gerði með Deadeye var bara að taka Gumma Coleman úr Echo-últinu og gera þetta vel. Gummi Coleman hins vegar búinn að skipta yfir í Vitto hérna, fyrsta spónkampið er brotið. En Selirnir halda sig sama tankla, hann er ekki með Gilli með Matrixið og höfðingjarnir er að taka rotation aftur fyrir Selina. Já, en Selir er að púsa pelandur náðast alltaf leið. Þið þurfa að snerta hann núna. Já, og Íló kemur heldur í Íló. fjatterið en það held að snert enginn! Nei! Þeir eru bara komnir með þennan fyrsta legg. Höfðingjarnir gáfu þetta bara með því að fara að hitta rotation. Ná líklega að stabilisa hérna og stoppa Selina en já, þeir eru komnir með auka tíma. Finnsi situr á bombunni. Frankie Boxing hins vegar í hinu liðinu eða Thunder Thor og Lelsario líka með ultin sín. Og hér kemur ulti frá Frankie. En hann er stönnaður. Hann er tekinn út úr því. Vel spilað. Og hér kemur Finnsi með bombuna. Ég held að finna engan. Nei. Kemur svo Bongo frá Thunder Thor. Stebbo hins vegar heldur áfram að gera vel. Og það er þetta tekinn út í deadline'u. Thunder Thor að gera flott á hlutina. Gummi Coleman komin á high groundið. Hér eru Selirnir í ágætismálum. Spurning hvort að þeir hafi valið þetta mappa þegar vissi að þeir voru sjálfur sterkjar eða þegar vissi að höfðingjar væri lélegir. Ég veit ekkert um það. Höfðingjarnir eru samt örugglega ekki lélegir en það. En Fallin strax hérna. hér eru höfðingjarnir mættir. Varian stendur sig gríðarlega vel með góða pressu. Stekkur svo bara inn í liðið og einhvern veginn heldur lífi með gott dínamít og fleira. Og hér eru Selirnir, já, virðist vera bara að koma þessu alla leið á pointi 2 líka. Finnsi stendur á pointinu en dugur ekki til og já, hér eru Selirnir konum með point 2. Selir ekkert að delaya dífuna, en það kannski orðið dýrt eftir að beitingin kom. Já, algjörlega. Það er samt eitthvað sem að við sáum í opnumdeildinni hér fyrir viku síðan. Að þetta verði til frambúðar svoleiðis. Það er góð spurning. Gummi Coleman finnur Stebbo. Kemur svo út ulti frá Thunder Thor sem að nær, Frankie Boxing sem er nær nonsa. Gummi Coleman finnur svo strandaglópa, engin supportar. Og Finnsi og Relm fallni líka. Og ég meina, já, Stebbo og Íló biðu bara, bökkuðu bara við spánið og Selir koma sér fyrir á hæggranduna meðan Thunder Thor bara situr á pilotinu. Stebbo komin yfir í Reaperinn. Gummi Coleman hendur í infraside. Það get ekki falið sig. Stebbo finnur Thunder Thor. Finnsi komin á wrecking ball. Nokkar var ég niður á hæggrandinu en gengur ekki alveg eins og tilætlast. Selirnir, já, hendi í bongoið og eiga ekki mikið ferðalag eftir með þennan vagn. Koma eins og það er 2 ult og báðum supportum í höfðingjum. Gummi Coleman kemur hlaupandi í barðan aftur. Hér kemur Matrixið frá Gilla og já, Gummi Coleman mættur á Soldierinn, Hitkan legendið. Stebbo finnur svo Thunder Thor, Lelsario nær S-inu eins vegar. Gummi Coleman finnur Stebbo. Nú eru Selirnir alveg að vera komnir alla leið. Höfðingjarnir þurfa að halda áfram að snerta. Elmi mættur á pointið. Finnsi líka. Finnsi með góð mæns á pointið. En, wow, 0,5.
Það er nánast engin vegalengd eftir. Steppo fellur hérna á Nonsin, er ekki að snerta og Selirnir eru komin alla leið. Gummi flottur hérna í lokin, alveg, hann týndi selina saman. Nei, týndi hérna höfðingjana saman. Já. Úff. Jæja, nú er hljóðið víst algjörlega komið í lag. Það var ekki alveg komið í lag eins og til var ætlast, en já, við höldum bara áfram. Höfum bara gaman að þessu, við fengum að sjá og það skiptir mestu máli. Hljóðið er bara til að gera þá upplifur enn betri. Algjörlega. Sem þýðir bara að seinni helmingurinn á leiknum verður ennþá skemmtilegri. Það spyrir hvort við sjáum Spawn Camp aftur hér eða hvort að hvort að það verði bara já, hvort það hefði einfaldlega verið á dýrst síðast. Það er spurning, sjáum allavega Selirnir halda sig við svipaða hluti. Já, nei þetta er ekki Spawn Camp komp hér. Lítur ekki út fyrir það. Strandaglópi við ætla að fara yfir á Senjata og Nonsi á Önu. Greinlega ætla að reyna að fá eitthvað út úr þessum löngu sætla á supportunum líka. Já, Finnsi ætlar að vera rekking bara sem mér. Það segir þetta skipta aftur í baptist. En Relm heldur sér sem Tracer, en það er rosalega Tracer leikmaður. Sjáum hérna, Finnsi að fara inn að koma sér fyrir. En Gummi sér fyrir honum. Vilja halda sér í fjarlægin, Steppo finnur Gumma hérna. Góða headshot úr fjarlægin. Höfðingjarnir púsa hérna aðeins aftan í selina. Eru eins vegar með strandaglópa á peilotinu. Færi það hægt rólega, fer undir að stöðvast á Thunderthor eftir smástund. Já, Thunderthor er að kontesta þetta, en það er enginn að falla hérna, jú. En Finnsi ítir Thunderthor fram úr skjöldunum. Nærður hann þetta ekki að hreinsa hann upp. Þetta er enginn með hann í þessu. Já, Gummi Kólmar er komin á hægrandið aftur. Steppo finnur Thunderthor. Relm finnur Varjan hérna. Hér virðast höfðingjarnir vera að ná að gera eitthvað að viti. Finnur hann að Frank í bóksinu á Steppo! Þvílíkur gæi. Makría, hann skiptir ekki máli. Hvað heiti hann spila greinilega, komin á Hansson núna og alveg rosalegu leikmaður. Strandaglópi þakka fyrir sig, íti bara peilotinu. Steppi búinn að koma sér fyrir hérna, tekur smá off-angle á Seli. Steppo og Nonsi að íta á peiloti og mænin kom út frá Finnsa. Finnur Gilla. Franki næri ekki að fyrir leikna sín úti. Finnsi gerir vel. Finnsi gerir mjög vel. Þetta flotta hluti. Höfðingjarnir er að gera þetta með tíma hérna. Það er bara að verða komnir alla leið að pointi 2. Finnur svo Varjan. Relm. Þvílíkur Tracer. Höfðingjarnir er að gera þetta vel. Koma skemmtilega tilbaka, ég hafa 5 mínútur hérna. Já, og bráðum 5 ult líka. Já. Nonsi gefur Strandaglópa smá space til þess að komast aðeins ofar. Strandaglópi fær að taka aðeins meiri þátt. Og meina Nonsi ítir pelotinu eldskiptið. Já, Thunderthor ætlar aðeins að tefja þetta mættur á pelotið. En 1 á móti 3, spurning hvort það borgar sig. Já, Gummi Kólman! Já, hann fær bakka fyrir það. Relm líka. Vel spilað á Selum sem er að ná að stoppa þetta hérna. Já, Selandi kaupa sér tíma. Komur sterklega tilbaka. Varjan, nei, Gummi Kólman segir með
Mercy damage boostið á sér 24/7. Sjáum hérna Finnsi fyrir inn til smá stund með mæni sín, spyrir hvað Steppo gerir þau? heldur bara áfram að gera Steppo hluti. Tekur bobbin út, Thunderthor hangir á pilotinu, svo sé geta ítað í fett. Finnsi eins og Finnur í standarkropa. baklaninu hjá Selum. Já, reynir að þvinga Gumma Coleman af hægrándinu. Varian tekur hann út. En Selinir að gera þetta vel, Realm einn eftir og fellur hérna og já, 2 mínútur sem hafa farið í þetta hingað til hjá höfðingjum. Selinir að standa sig vel í að halda þessu, en það ennþá 4 mínútur eftir á klukkunni. Og 3 ult hjá höfðingjum. Og út kemur fyrsta. Drekarnir, Situr Frankie Boxing í slæma stöðu. Realm með geggja pulsbomb á Gilla. Og hér er Íló að slammar stemma Frankie í byrðina. En Frankie heldur lífi og er að fá híli frá Celasario. Realm að finna Thunderthor á meðan og Finnsi tekur svo Frankie Boxing út. Hérna virðast höfðingjarnir vera að snúa þessu við eða hvað, bobbin frá Gumma Coleman. Nær að koma upp fyrir þessi ítt í allavega smá stund, kaupi liðinu sínu tíma. 3 mínútur á klukkunni, Finnsi kontestar hægrandið. Pilotið situr aukt, nei, Finnsi mættur á það. Og hér eru höfðingjarnir að koma tilbaka. Sem að Steppo er að taka hérna angúl fyrir aftan selina, en Gummi Coleman sér við honum. Hún að taka eftir honum að það. Gilli dettur af hægrandinu. Íló komin upp að kontesta. Strandarglópi tekur út Immortality frá Gilla og hér kemur út Matrixið frá Gilla. Mæns frá Finnsi. Sem að taka hann út. Strandarglópi finnur Celasario og það er ýmislegt í gangi hérna. Úff, fram og tilbaka, maður veit ekkert hvernig þessi bardagi er að fara, en höfðingjarnir er alltaf með smá tíma til að ýta núna. Því að Selirnir býðast til liðsauka. Gummi Coleman ætti þetta aðeins að sperra sig og hendi Bob í 8 pointi. Næreindur ekki að lenda honum þar til að, jú, ná allavega að draga höfðingjarnir í burtu. Slátra honum. Og núna eru Selirnir, nei, höfðingjarnir að vera komnir niður í svipaðan tíma á Selirnir. Eins og þetta leit illa út þegar þeir komast inn í þetta herbyggi. Finnsi tekur sér stöðina fyrir aftan. Ekki með Mæns. Mættilega bara að reyna að ná þeim niður að þessu hægrandi. Gaman að sjá. Já, hann veiður í Varian. Tekur hann út. Fljótir að fá pikkin hérna til að byrja hennar bardaga. Það er vondur stöðu hérna inn í miði últi, tekin út af Finnsa. Úff. Celasario í miði últi, flýgur í loftin. Íló næstu búinn að hitta Gumma mitti er með rock en finnur hann ekki. Hér eru Selirnir. Standa sig gríðarlega vel. Steppo reynir að taka... Já, nei, hann er tekin út. Ég ætla að segja að taka Gilla út. Ótrúlega langur bardagi. Höfðingjarnir eru komnir hérna aðeins aftar en bardaginn er einhvern veginn búinn að vera í gangi allan tíman. Það reynda núna að taka þér smá break. Skemmtilegt kombo hérna með dínamítið og púlið. Komin á flankið. Virðist enginn sjá fyrir honum. Með pössmobbið. Frankie er búinn að sjá hann. Og hvað gerist hér? Finnsi er mættur. Og hér kemur út Mæns og Bob líka og Steppo og Realm. Steppo! Ætlar hann að fara að bjarga þessu fyrir liðið sitt. Það er ekki mikill tíma á klukkunni, 20 sekundur. Thunderthor þarf að deyja. Svo Peloti getur fara að færast áfram. Það gerist núna. Og já, Selirnir eru strax byrjaðir að respawna. 10 sekundur. Lítil velind eftir en lítur ekkert allt of vel út fyrir höfðingjana. Nei, höfðingja með Matrix og pössmombi kom út. Hér mæti Frankie. Overtime komið. Öll últin í einu. Sjáum hvað gerist hér. Geti verið úrslitarbardagi. Ok, og það verður framhald í þessu mappi. Bæði lið gera þetta aftur. En núna með töluvert minni tíma en áðan.
Sjáum nú hvað gerist. Hvort að höfðingjarnir þora að setja upp í annað spawncamp. Heldur það. Höfðingjarnir enda að byrja á því að atakka, þannig að það gerist allavega ekki strax. En kannski á eftir. Já, höfðingjarnir hafa þá mínútu til að fara eins langt og þeir geta. Lítið af beitingum hérna. Kannski helst að Varian er komin yfir á Torbjörn. En höfðingjar halda sér alveg eins. Nei, Stebbo komin á... Jú, þeir eru alveg eins. Já. Voru eitthvað aðeins að stríða okkur, væntanlega bara... Já, eitthvað aðeins að leika sér. Spila mismunandi hetjur í spawni, það er alltaf gaman. Hlýmur úr dýnamitið. Finnur reyndar engan. 3-3, 50 sekundur. Höfðingjar geta unnið leikinn ef þeir vinna þetta map. En hafa minni tíma. Franki lendir skemmtilegum steini á Stebbo. Finnst ekki mér sér stöðu til að... Já, hann hýtti Varian niður og slamma niður á hann. Varian er í fesenni, Stebbo og Finnsi þarna. Báðir í honum. Finnsi rúllar í sér í gegnum selina og hendi þeim á hægrándinu. Höfðingjarnir komnir rúmlega hálfa leið. Þessu pointi 15 sekundur á klukkunni. Spurning hvort að höfðingjarnir Mæns út. Glugginn lifir enn frá Gilla. Hér er komið overtime og það er enginn að snerta í höfðingjum. Jú, ná að snerta en selirnir er að taka það út einn á fætur öðrum. Finnsi lífið. Spurning hvort það er nóg. Virkilega góð leikmann en já, það er erfitt að vera 1 á móti 7 fyrst að Bobbin á komin á það líka. Það er eiginlega ansi hæpið. Þómar heitir Finnsi. Þómar heitir Finnsi og sé búinn að vera að spila í óvart líka og sé ógeðslega góður. Jæja, nú getum við fært ykkur þær gleðiðu fréttir að loksins er hljóðið vonandi alveg komið í lag. Við lofum í þetta sinn. Já, tæknilegir örðuleikar en já, við látum það ekki á okkur fá. Við hlægjum bara þessu. Það er nóg eftir í dag, þetta er bara fyrsti leikur dagsins af 4 að ég held og Já, nokkur er að gerast núna á sama tíma held ég. Já, náttúrulega margir leikir sem fara fram í dag en ég held að verði 4 í streymi. Já, það stemmir. Held ég. Það er kannski eftirlega að minnast á það núna með að við erum að fylgjast með þessum leika þá eru sem sagt Böðlar búnir að vinna Hrúta 2-0, Tröllir er búin að vinna Silfur 2-0 og Atgeir er búin að vinna Bölvin 2-0 líka. Þannig að, já, Selir eða Höfðingjar mæta þá Böðlum í næsta leik og Tröll mæta Atgeirum. Mér sýnist að Höfðingjar ætla að henda í aðra tilraun. Já, spawncapið greinilega þeirra síðasta von þurfa að halda þessi 2,5 mínútu. Já, það getur verið ansi mikill tími, en líka ansi stuttur tími. Já, tíminn líður hratt í Overwatch. Selirnir eru að ná að ýta þetta aðeins. Faran er komin út frá Varian. Höfðingjarnir eru alveg að ná að tefja að setja ýta þessu en samt erfitt að þurfa að vera alveg í gættinu og sína sig. Já, út fyrir Höfðingjar. Já, Selirnir eru að gera þetta vel. Selirnir eru að gera þetta virkilega vel. Ótrúlega vel, geggjað vel, Varian! Vá! Það er ekkert grín sko. Varian, greinilega líður vel á förunni. Já, og lítið sem að Höfðingjar gátu gert hana. Í rauninni bara Stebbo og kannski Nonsi. Jú, Finnsi að geta gert ýmislegt við hann. Selirnir keyra sig bara í teamkill og já, Höfðingjarnir hafa smá séns á að koma tilbaka. Við sjáum Varian hafa með últina. Ætli það kom ekki bara núna. Já. Finnur þetta ekki alveg nógu góð vinkill. Stebbo komin í Varian. En Sario toppar hann upp.
Og Franky hendir Nonsa niður í jörðina og Varian fann steppa á með Varian, finnur Relm, Gummi Kóman, strandaglópa, Selirnir að ná á Ítars alla leið. Selirnir taka þetta. Staðreind. Við fáum 1 map í viðbót, að minnstakosti hybrid map verður það og höfðingjarnir fá að velja þetta. Spennandi, þetta verður langur leikur. Varian, wow, því líka innkoma á þessari föru. Ekkert sem að sjá þetta. Þannig erum við gott team effort þarna. Sýnist við að fá staðfesting á því að hljóðið sé komið algjörlega í lag. Fögnum því innilega. Það verður gaman að sjá hvaða hybrid map verður fyrir valinu. Já, þetta verður þá úrslitaránd. Sjáum hver tekur sigur af hólmi. Já. Ætlum að taka hérna örstutta pásu þar sem að liðin vilja þurfa að komast á klósettið. En það er bara róleg heitt. Tekur ekki langan tíma. Við kannski hendum bara í eitt highlight á meðan og sjáum okkur aftur eftir smástund. Listilega. Jæja, við erum mætt aftur og já, Kings Row var það heillin eins og svo oft áður. Alltaf gaman að Kings Row. Já, úrslitamappið reyndar, ef það fer í jafntefli, þá förum við beint í control map. Það gæti gerst. En við förum ekki að spá fyrir framtíðina. Fylgjumst bara með það sem gerist og tæklum það þegar það gerist. Algjörlega. Ertu með einhverjar tilgátur varðandi nýja nafnið? Nýja nafnið?
Nýja nafnið maður. Maki. Ég veit ekki. McNugget, er það ekki McNugget? Það er ekki vinsælt. Getur verið. Já. Fyrir það sem ekki vita þá að breyta nafninu á Macri. Skulum ekki fara út í kannski ákverju en Já, þá- bara starfsmaður sem að var ekki að ekki að haga sinna sér. sínum siðferðislegu skildum og láta þeim fara og karakteri og Macri skýrður eftir þeim starfsmanni og það gerð breyting þar á þar sem að á að endurskýra hetjuna og Blizzard eru búin að gefa út að þeir aldrei aftur að skýra karakteri leika eftir starfsmanni Já, sem bara alveg. var á ráðstofunum. Ég hefði bara viljað fá hann láta hann heita Mercer. Mercer, Þá verðum við að rattleikaranum. Þetta geggjaður. Heyrðu, vindum okkur aðeins í hérna kompin. Sýnist, Já. Já, Gummi Kólmann vitt og Varian heldur sig á förunni. já. Lýst vel á það. Svo eru, höfðingjarnir eiginlega bara að gera virkilega svipaða hluti þeir eru búin að gera. Þeir eru alveg Mei eins og í Spawn-kampinu, annars er þetta bara alveg eins. Þeir verðast alltaf að veiða seli út hérna þeir eru lappa í gegn. Já, en Varian er í hálóftunum og er auðvitað við að hann Já, með vegg. Gummi í hálóftunum líka. Ekki mikið damage að finna targeti hér. Franki kominn svolítið djúpt inn í höfðingjana. Spurning hvort það borgar sig, hann gæti verið að hendi í vesinni. Já, næra bakka út. Franki. Engin fattin en jú, þá getist að finnur Franki Þöndi Þór á bak við höfðingjana og missir ekki verið hann að koma sér tilbaka. Ég veit ekki alveg hvað hann var að gera staðstöðis þarna. Gummi Kólmann finnir svo realm. Já. Íló að fara detta í sjettur hjá sér. Ja, Steppo líka og Nonsi líka. Nonsi komið með Það er allt að gera þetta. Franki Boxi kominn aftur, mættur á pointið. Þöndi Þór fær nýja mekkið og nú gætu tikkin farið að koma. Höfðingjarnir þurfa hann að halda þessu. Kemur þetta Matrix, finnur Gumma. Kemur þetta frá Steppo og finnur engan. Gilli finnur standarglópa, fær eins og resist. Rosalegt tjattir Franki. Nær eiginlega engum. Nei, ekki nóg mikið follow-up, vinkilin var kannski ekki alveg nóg góður þó hann hafi hitt. En það kannski þurfti ekki því það komið tikk í hús, en enginn að kappa núna. Finnsi mættur á point. Já, og lítur vel út fyrir þér núna. Já, Þeir eru stökkslega bara að taka fyrsta pointið aðgerða. Já, það er engin fyrirstað fyrir því. Þægilegt og gott. Fyrsti bardagi, fyrsta point. Verður ekki betra. Nei. Gilli situr eftir að íti pelotunni. Hér kemur út últi frá Varian en Finnsi sér við honum. Já. Hoppinn eins og það frá Gumma. Íló með bot charge-ina á Franki. Franki einfalda tekinn að lífi. Alltaf gaman að taka hinn rænin og slamma honum bara í einhvern vegg. Já, bara fyrir aftan liðið sitt. Það er alltaf mjög gott. En Franki er mættur aftur. Ekki lengi úti. Varian er komin á Mei líka. Hér kemur út bomba frá Þöndi Þór, finnur engan. Bomba frá Finnsa. Finnur einn. Íló brennur en Íló er samt í góðum málum. Þöndi Þór fellur hérna fyrir hendur Steppo. Selirnir í vesenni. Skemmtilegt fæðisleik hérna frá Íló. Það getur aðeins að ná að stöðva þetta meira hér. Annar bob kom frá Gumma. Annar bobinn eftir að þeir náðu fyrsta pointinu. Sjá minna Sjatter. Úff! Annar Sjatter á móti. Hérna kemur út Blizzardið. Engin viðurtöftir í þetta sinn, allir náðu að koma sér út. Varian inn í liðinu. Selirnir eru hérna út allt og líða fyrir það. Höfðingjarnir ná bara að fókusa á niður. Ekki alveg nógu mikið skipulag hjá selunum. Þannig að koma þeir hins vegar tilbaka 2,5 mínúta eftir.
Lelsario hendir í Valkyrie. Já, sjá Frankie Box hérna komin í Shatter. Það kom út hérna. Þetta þurfi ekki einu sinni, hann bara að drepa alla án þess. Já, mér sýnist það. Já, já. Já, það Hann þarf þarf ekki að setja þessi maður! Hann nota bara hamarinn. Já, og mikið af últum í boði hérna. Og fleiri alveg alltaf í hús. Gilli fær þessi, selirnir eru 6. Næsti barndar eru svakalegur. Já, ekki mikil velhengt eftir. Já, minna. Kemur ennið poppinn og Blizzard er líka og núna nær Blizzard að frista 2. En Steppo lifir af út af immortality frá Nonsa. Frankie hins vegar gerir vel, nær þeim báðum. Hér kemur út bomba frá Thunder Thor, finnur engan, Blizzardið frá Realm. Margir eftir hérna og sprengtir í loftu. Einu sem bjargar Finnur, er Varian. en Finnur var einn eftir, en hann er að ná að tefja, hann að Elo kemst tilbaka. Finnur hins vegar með eiginlega ekkert líf eftir og missir mekkið, en Elo nær þá að standa aðeins lengur á pointinu og tefja þetta hugsanlega nóg til að, já, Strandagóp er komið tilbaka. Þeir ná þessu. Vel spilað hjá töngunum hann í höfðingjum. Ná að tefja þetta gríðarlega vel og 1 mínúta eftir fyrir selina til að komast 2,5 metra. Höfðingjarnir náðu að snúa þessu skemmtilega við, virkilega góð endurkoma hérna. Nansi Þeir eru hérna á hægrandinu. á glugga. Já, þú segir það. Já, Nansi á glugga. Greinilega sá ekki nóg mikið í nótt. Því að það er alls ekki það að leikurinn sé leiðilegur. Hann er æsispennandi. Já, sjá mér að Elo er að detta í Shatter. Gluggi kemur út. Elo kom með Shatter. Kemur út. Nær Thunder Thor. Elo nær Thunder Thor en geggjað Immortality hérna. Hins vegar Steppo nýtir sér að Immortality sé búið og finnur bæði Gilla og Varian. Elo finnur svo Frankie. Höfðingjarnir er að gera þetta virkilega vel, bara 8-5 sekúndur eftir. Bara Lelsario komið komin eftir. Selirnir í vesenni, Lelsario 1 á pointinu. Tekur hann lífið. Höfðingjarnir geta bara verið búin að stoppa þetta. Og það er þá staðfest, við fáum ekki jafntefli hér. Það er ómögulegt úr þessari stöðu. Score 0-1. Switching sides. Initiating match. Aftur smá vesen á hljóðinu en samt í styttri tíma en síðast, þannig að við fyrirgefum það nú. Lott. Já, já. Tæknimaður er að reyna að streyma sér fyrsta leik og við fyrirgefum öll byrjendamistök. Já, ekkert að því. En það, já, er hún bara að gera greiða vegna þess að það eru þá aðri tæknimenn sem fá að hvíla sig á meðan. Og gaman að fylgjast með öllu þessu skemmtilega fólki í kringum þetta mót og vaxa og dafna. Hérna eru þá, já, höfðingjarnir að fara að taka, þurfa að ná fyrsta pointi og þurfa að ná öðru og þá eru þeir búnir að sigra. Selirnir eru væntanlega harðir á því að lefa þeim ekki koma svona langt, ætla að henda turreti niður til þess að, já, fá support úr fleiri vinklum. Já, sjá, höfðingjar ætla að reyna eitthvað skemmtilegt með Symmetry. Já. Komnir á Sombru líka? Nei. Alltaf að stríða. Alltaf að stríða. 5, 4, 3, 2, 1. Selir, nú koma sér fyrir á hægrandinu. Höfðingjarnir mæta út galvaskir. Teleporterinn kominn út, skemmtilegt gert hjá höfðingjum. Hægrandinu aðeins. Skemmtinu. Selirnir komnir þá niður eins og þeir séu að takka. Já, flott rotation hjá höfðingjum. Mjög skemmtilegt en reyndar eru selirnir að bregðast við þessu. Já, algjörlega. Við erum eftir að taka hægrandi aftur. Já, Steppo Lúmskur ætlar að reyna að ná einu tikki. Finnur Varian, Gunni Komal, sér við honum. Hér eru selirnir að gera vel en höfðingjarnir alltaf aðeins að snerta pointið. Eins og missir mekkið. 3 mínútur sem þeir hafa.
höfðingjarnir Já, Gummi Coleman er komið með Bob. Teleporter online. Remove quickly. Selirnir að hægrandinn en höfðingjarnir að koma. Bara engin Þeir sér, eru þeir eru bara hægrand. farnir. Selirnir fóru bara frá. Það er ekki bara langleiðin að taka hægrandi fyrir aftan á. Droppa Já. niður vantarlega. En geta ekki tekið turret út frá þessum vinkli. Reyndar gerir varjarna bara fyrir þá. Leysar hann á nýjum stað. Já, sér er duglegir bara að koma sér bara frá. Höfðingjar teleporta hinum inn yfir á hægrandi og hér gerist ýmislegt. Koma 2 út frá selunum. Úff, og höfðingjarnir í stökustu vandræðum. Það er ekki vel út fyrir kampænum. Nei, og... Já, Selirnir setja aftur upp á hægrandinn. stýttist í bestbústum hjá. Já, Hörða bara gerist úti sem var- ýmislegt hérna á selum líka. Komum 3 út hjá selum. Svo bomba frá Finnsa sem að finnur engan, Rím ekki finnur engan heldur. Hins vegar, finnir 2. Já, höfðingjarnir náðu eins þeirra 1 tikki en þeir þurfa 2 í viðbót. Þurfa rígrúpa til að reyna að taka það. Já, Finnsi- hafa rúma mínútu til að gera það. Já, selirnir leiði Finnsa aðeins að lifa hana til þess að, já, tefja Rétt aðeins að slakkar hann. 60 seconds remaining. bara rétt aðeins vissulega. Höfðingjarnir, svona tíminn er aðeins að renna úr greipum þeirra. Er Ílo búinn að byggja upp sjettir? Já, Stebbo hendur í deadæið með teleportir, skemmtilega gert en jú, finnur Franki. Ekki. Íló sjattirar á tóm pointið, ég veit ekki alveg af hverju það gerst en höfðingjarnir viðast hugsanlega vera að ná að snúa þessu við hérna. Bobba pointi en Íló, ætlar að tjálsa hann hittir oft vegginn. Bobbin er að tefja það að þeir ná að kappa en sýnist nú ætla að gera það samt. Já, með 15 sekundur eftir á klukkunni, það mátti ekki gera mikið tæpara. Nei. Objective Þá lost. hafa þeir rétt rúmlega 2,5 til þess að fara alla leið. Finnst svo Ílo íta upp hérna á meðan standarklubbi situr eftir að pílotunum. Mjög sniðugt, erfitt að festast í tjókinu hana sem að er hana aðeins áður, hana er gott að pússa upp á hot snemma. Láta svo bara supportana að íta annan þeirra stepporinn þar tekur þátt í því núna. Slammar Franki boxing. Ja, mjög stórum hluta höfðingjana niður en enginn þeirra fjall gerist það snemma, það var enginn búinn að missa með líf. Franki í vesenni. Mikið af höfðingjum hana inn í sér. Inn í sér? Já, allt í kringu sig. Morten Kóri kemur út frá varjan. Glugginn, já, frá Gilla. Selirnir í ágæti stöðu. Eiga ennþá bongoða frá Thunderthor en já, höfðingjarnir eru með 3 út. 1,5 mínúti eftir. Gummi Coleman finnir þetta standarglópa. Höfðingjarnir virðast alltaf að fara hægrandið. Spurning hvað þeir gera hérna. Gætu reyndi eitthvað skemmtilegt og sniðugt. Ok, stökkva hérna niður að payloadinu. Hérna kemur Finnsi með bombuna. Búm, enginn fellur. Kemur út bongoið frá Thunderthor. Allir höfðingjarnir hérna saman inn á bókasafni. Eða bókabúð. Fram og tilbaka, koma killinn, Franki boxing. Úff, skemmtilegt beat þarna frá standarglópa middir. Svo næra að koma við fyrir að hann falli. Bobbin eins og það kemur út og finnur Nonsa þarna frá Gumma Coleman. Finnsi hins vegar snýr sér við. Höfðingjarnir er að ná að pússa.
Og já, hafa 30 sekúndur. Selirnir hafa væntanlega tilraun til þess að stoppa þetta einu sinni, en ekki meira en það. Við erum að fara að horfa á úrslitabardagann og höfðingjarnir eru með ult advantage 3, næstum 4 ult og Selirnir ekki með neitt. Lítur ágætlega út fyrir höfðingjana. Já, mjög svo. Mjög stutt velend eftir í 300 klukkunni og nú sjáum við ultin koma út. Fyrst gluggi. Vilo nær engum í setterinu, en Steppa með Lesario. Thunderthor notably glifti hérna Blizzardi frá Realm. Og þetta spennandi bardagi, úrslitabardagi. Sjáum hérna. Finnsi með bombuna 5 Og þetta búið! Höfðingjar taka þennan leik og munum þá mæta böðlum í round 2 á meðan að Selirnir að fara að mæta hrútum í, lúsera bracketinu. The game. Sjáum hérna, play the game frá Steppa. Bang! Skemmtilegt flokk hérna. Honum er sama. Honum er alveg sama. Alveg skítsama. Hann er bara með revolver og hann vil bara nota hann. Já, spurning hvort við fáum þá ekki örstutt viðtöl hérna áður en að næsta rándið hefst. Spurning hverjir ætla að mæta því í þau. Já, við skulum fá Frank í boxin frá Selum. Það verður gaman að heyra í honum. Við höfum heyrt í honum áður. Alltaf gaman að heyra í Franki. Já, ég náttúrulega heyra ekkert í honum. Nei, hann er kominn inn á byrstofuna, við þurfum bara að draga hann inn yfir. Við erum að bíða eftir, hugsanlega getur hann stokkið yfir sjálfur, ég veit það ekki. Já, fáum Franki hérna yfir í viðtalið. Við sjá smá við sem virðist vera, það virðist ekki hafa réttindi til þess að draga hann hérna yfir. En það er ekkert mál, örfáar sekúndur sem að það tekur. Þetta kemur einhver og reddar þessu fyrir okkur. Ætti ekki taka langan tíma. Við getum reyndið líka bara fært okkur til hans, við getum bara gerum það. Er það ekki bara? Stökkum bara yfir einn. Blessaður vertu Franki. Sæll, Nei. Franki. Á, blessaður! Ég- Hvað segið þið? Var þetta ekki gaman að horfa? Þetta var svakalegu leikur, ekkert smá spennandi. Þetta var gaman, sko. Ég fílaði þetta mjög mikið. Strax þegar, sko, taugana mína var svona detta niður aðeins þannig í endan. Þetta var, ég var í taugafaglipa til dæmis í fyrsta leiknum. Já, Þetta er, sko, ég hann bara, var geggjaður sko. já, þetta var gott bara allt saman. Ég fílaði þetta mjög mikið. Við erum bara að koma inn að hafa bara svona gaman saman, sko. Nákvæmlega, það er náttúrulega það sem skiptir öllu máli. Já, er það ekki? Mér finnst það. Þetta er bara svo stutt helgamót, skilju, ekki svo eins strempið og hinu almennu, sko. Við bara spila og... Já, þetta er ekki margra vikna prógram. Nei, nákvæmlega. Það er svo gaman að spila á móti þessum gæjum, þetta svona all-stars sem eru í þessu móti, eins og Finsa og þessu fólki, sko. Shit. Það er ógeðslega gaman. Ég má ekki segja það kannski, en Finsi Já. er svo góður. Új, Það er ógeðslega. hann er svakalur. Það má alltaf tala um það sko. Hann var ekki óvart líka ástæðleysu. Nei, nákvæmlega. Og Steppo líka kom alveg sterkur inn með Krí. Já, algjörlega. Alveg, og líka flottur á Hansónum. Já, Hansson er líka á Junkertown. Þetta var mikið pressa frá honum, sko. Mhm. Bara props á það. Bara góðir. Já, Það það gekk mjög vel. spiluðu gríðarlega vel. Þið áttu hérna frábæra rispu á Lijiang Night Market. Já, Líka sérstaklega. Já, það gekk vel, sko. Það var auðvitað eini leikund sem við plönuðum allt sem við ætlum að gera fyrir hvert fight. Ok, Eins og með, fattaru, við ætlum að TP-a og sem sagt
distrakta óvina með við bombuðum og pinsur attakkuðum svona eiginlega. Komum frá öllum áttum og við varum bara með plana setup play fyrir hvert fight og það gekk bara svona vel. Og ég líka náði að býða út Defense Matrixu og fæðistrækja 2 í gennum gluggann hjá Baptiste. Ég myndist einmitt á það þegar þú gerði það og virkilega vel gert. Mér leiði vel eftir það. Já, ég get trúið því. Má aldeilis líða vel. Þið eru þá að fara að mæta Rútum í round 1 í loser-bracketinu og Já, gott mál. þeir unnu náttúrulega hérna opndeildina í síðustu helgi. Það bara gaman. Algjörlega, skemmtilegt lið. Jú. Eru þið hérna búin að vera að eitthvað? Nei, vorulega lítið. Eins og við okkur vantaði með þess að spila fyrir í dag. Eyþór ætlaði ekki að komast og aðri gæði sem við höfum búin að skrá ætlaði heldur ekki að komast. Þannig að Eyþór bara reddaði því hann núna með tölvuna sína upp á Geysi. Í vinnunni sinni. Já, hann einhvern keglara, fattar í matakeglaranum með einhvern SingStar mikrofón sem mic að spila með okkur. Það er rosalegt. Já, bara geggja vel gert bara að geta komið og redda okkur svona sko. En Og Eyþór hvaða leikmaður? Thunder Thor. Hann var að spila á Russu mikið og síðan hann oft henginn sko. Maður sá það allavega ekki á hann hann væri ekstra upp í sveit. Nei, nákvæmlega. Nei, það bara gekk vel með við sko. Við vorum búin að skrimma 2 sinnum. Einu sem á móti Bölvun, einu sem á móti Silfur og það eina sem við búin að spila saman. Við komum bara saman til að keppa og ekkert meira. Við vorum ekkert svona skrimma í marga vikur fyrir þetta. Já, mitt. Já. En það verður fyrir næsta mót sko. Næsta stóra almenna, það verður það prógram aftur. Já, mitt. Spenntir að sjá það. Tekur aðeins meiri bríðir í kringu svona helgamót. Já, það líka bara, það fólki í skóla og vinna og þú veist, gumma og barn og svoleiðis, þú veist, maður geta ekkert verið að skrimma upp á hvern einasta dag, sko. Einmitt. Við ætlum að hleypa Finnsa, þetta eru stutt viðtöl núna. Já, það er bara gaman að heyra ykkur. Prógram í allan dag, já, bara geggja að heyra þér, gangi ykkur alveg vel. Já, takk fyrir mig, takk. Já, sæll vertu Finnsi og velkominn. Hæ, takk. Hvernig syngur þér eftir þetta? Bara vel, þetta var gaman. Það ekki? Jú, mjög klókt. Já, þið stóðu ykkur vel. Já, þetta var gott. Já, þið náðu að hérna, sá að þú og Íló náðu að halda lengi hérna á Kings Row á defense-inu til þess að kaupa tíma fyrir liðið til að komast tilbaka. Það var virkilega skemmtilegt að sjá. Já, einmitt. Já, Íló gerði mjög vel þar. Bóttið það sem hefur á endanum gefið ykkur sigurinn. Jú. Já, í rauninni sko. Það var líka þetta meiult í endan sem frist alla fyrir bombina mína. Já, mjög flott. Það hjálpaði vel. Já, það var flott sko. Hvað hérna, eru þið búin að vera að æfa eitthvað eða bara chill? Ég held að þeir séu alveg búin að vera að æfa sig mikið, en ég er náttúrulega á æfingum með liðinu mínu á sama tíma svo ég get ekkert mætt á þær. Já, en þeir eru búin að vera að æfa sig alveg vel, held ég. Já, ok. Niðri æfingarhúsnaði hérna upp í Hafnarfirði eða? Jú, ég held að þeir eru með það. Ég held að geta farið á nota ef þeir vilja. Já, það er alveg frábært að geta gert það. Já, mjög. Alltaf gaman. Já, þið eru þá að fara að mæta Böðlum í næsta leik ykkar? Já. Það er ekkert annað. Það verður eitthvað. Það er alvöru leikur. Já, svakalega. Sjá hvað gerist þar. Eru það ekki margir úr landsliðinu, er það ekki? Jú, það er slatti landsliðinu þar. Landsliðsmenn og sigurvegarar deildarinnar núna í vor. Já, einmitt. Já, ég sá hvað gerist. En já, Relm kemur nýr inn í þetta lið. Hvernig er hann svona að fitta inn í hópinn? Hann stóð sér bara mjög vel í þessum leik, svo ég er náttúrulega ekki búinn að æfa með þeim, svo ég veit ekki allt þetta, en hann stóð sér alveg mjög vel í dag. Já, algjörlega sammála því. Gaman að fylgjast með honum, hann er rosalegur sem tracer. Já, einmitt. Hann fílar tracerinn. Já, ég spilaði á mótunum þegar hann er á tracer, það er ekki mjög gaman. Já. Það þarf að skipta buxur til það. Já, eins og að vera með flug í eyranu bara allan daginn. Já. Það var óþolandi. Góðir tracerar eru þannig. Já, einmitt. Þið þið veljið Kings Row. Það er náttúrulega mapp sem að flest lið, kannski svona, ég veit ekki, hræðast þetta lið sem er spilað ógeðslega mikið í skrimmum. Þannig að allir eru góðir á því. Þið eru samt með confidence í því að velja það? Já.
Við fílum alveg Russið mjög mikið og Brawl-kampið, svo Kings Row er náttúrulega mjög gott fyrir það. Svo það gekk mjög vel, allavega á defense, fyrsta pointið okkar á attack var ekkert sérstakt, það var ekki alveg að ganga. Og það var lokka tilurinn sem að þið þurftu þar. Já, en svo kom Strandaglópið með góða hugmynd, bara TP á það og býta og við gerðum það, það virkaði. Já, Það það sýnir var mjög gott. Já, en þeir voru líka mjög duglegir að bregðast við það sem þið voru að gera. Já, þeir voru góður í að countera allt sem við gerðum. Þeir voru Já. með góð counter strats. Sérstaklega hérna til dæmis á Junkertown þegar þið tóku hérna spawnkampið og þeir náðu bara algjörlega að svara því. Já, einmitt. Já, maður er náttúrulega ekki að vinna þess að fæta í spawnkampinu, þetta var bara að tefja tíma. Einmitt. En þeir voru alveg flottir að taka mann. Já, en þið lögðu því það tvisvar. Já, einmitt. Þetta er bara besta stratið ef maður vill taka Russ á Junkertown. Það taka náttúrulega flesti double shield, en við fílum Russið frekar. Já, einmitt. Þetta hefði gekk vel, hefði ég ekki C9 þarna á fyrsta pointinu. Já, Á fyrsta defensin okkar. Við hefum örgulega full holdað. já, einmitt. En já, þannig gerur stundum. Já, algjörlega. Já, við ætlum kannski svo mikið að hafa þetta mikið lengra því að það eru hérna fleiri leikir að fara af stað en bara takk Já. hérlega fyrir að koma í viðtal og hérna gangi ykkur vel. Já, takk. Gaman að fylgjast með ykkur. Já, heyrumst. Bye bye. Jæja, þá er komið gott á okkur í dag. Ég held að svona vitleysingar eins og við séum bestir í litlum skömmtum og við verðum mættir aftur hérna klukkan 4 á morgun. En Giljagur og Guttix taka við okkur þetta smá og já, þá fyrir næstu leikur í streymi. Ég veit ekki reyndar hvor leikurinn það verður, ætli það verði ekki Tröll á móti Atgerum. Það er mitt gisk en ég ætla ekki að fullyrða það, ég veit ekkert um það, ég er bara að segja eitthvað. Það var nú svakalega leikur. Já, en já, við þakkum bara kærlega fyrir okkur og já, hlökkum til að heyri ykkur á morgun og vonum bara að skemmt ykkur vel í dag. Já, Er það ekki bara ágætis lokaorð? Jú, það ekki. Ég segi bara takk kærlega fyrir mig, Bjartur Hafþórsson.